Ég rak augun í það væri verið að fara að sýna páskana á RÚV þættir sem að heita Líf eftir dauðan og ég fór svona aðeins að lesa mér til þetta og skoða myndband sem að sett var inn á netið og smá stiklu úr þessum þáttum og ég gæti ekki annað en skellta þess upp úr en ég með sem sagt þann sem að leikur eitt aðal hlutverkunum í þessum þáttum á línunni hjá mér en það er Björn Jörundur Friðbjörnsson, sæll og blessaður. Já, komdu sæl. Ég var að hugsa bara eitt af mínu uppáhalds Eurovision og við erum að tala eitthvað alvöru drama. Já. Þetta er alvöru drama. Þessi maður hefur verið valinn til að fara fyrir hönd þjóðarinnar í Eurovision keppnina og er síðan á ögurstundu að standi því að jarða móður sína. Þetta er erfitt fyrir hann greið og hann vil helst ekkert fara, hann vil helst bara hætta við þetta. Já. Sem kannski eðlilegt er, en þetta gerist allt þarna á sama tíma og það er einhvern veginn verið að reyna að finna út úr þessu öllu, þannig að það sé í rauninni hægt að þá bæði ganga frá jarðarförinni og svo líka að hann taki það þátt í keppninni. Já, það leggjast allir á eitt allir á árarnar að koma honum út í keppnina og það er nú kannski írónían í sögunni að það er kannski bitnar pínlítið á útförinni. Já. Og, já. En hvar er þetta tekið upp? Myndin er tekin að mestu upp á Akranesi. Á Akranesi, svo eitthvað hérna í bænum og einhvers stað fyrir austan, held þá höfnum fyrir jafnvel. En ég var ekki í því. Mín vinna fór öll fram upp á Akranesi. Ok. En þetta var í rauninni bara tekið alla leið. Þú færð þér hlutverk að semja lagið? Já, þetta er RÚV kallar þetta kannski þætti og þú gerir það áðan í einstaknum. Já, þeir setja þetta svo leiðis upp. Handritið er í rauninni bara mynd í fullri lengd sem er sýnd í 2 hlutum. Já. Þannig þetta er í rauninni 2 sjónvarpsmyndir eða þannig. Ok. Á páskadag og annan í páskum og til þess að þessi heimur og þessi saga gangi upp með þennan mann og þetta sé nú einhver alvara á baku ef hann þurfa að fara í keppnina þá náttúrulega lagið að vera til og það þarf að vera trúverðugt og allt það. Þannig að mér var fengið að fólki talið að semja þetta lag og koma því frá mér og það bara held ég að það tekist ágætlega. Við allavega vönduðum okkur við þetta og reynum að hafa þetta svona eins líklegt og mögulegt er. En nú er ég að spyrja þig, Mörður Árnason hann semur enskan texta og hann hefur nú svolítið talað íslenska tungu. Já, þetta er mjög fyndið. Mörður Árnason var náttúrulega í útvarpsráði þegar hann lagðist alveg harður gegn því að Ísland færi út með enska texta og myndi keppa á ensku. Jú. Hann vildi að við kepptum bara á íslensku, alls ekki ensku. Þetta var mikið fjölmiðlafár og er frægt mál. Og þess vegna er nú ekkert leiðilegt að hann skuli semja enska textan við þetta lag. Já, nákvæmlega. En svo ég reyndi að sanda hann með honum, en hann sandi textan og ég síðan breytt honum og lagaði hann af og bætti við hann. En Mörður er höfundur. Við erum höfundar af textan. Já. En þið í rauninni farið bara alla leið. Það er gert bara tónlist, myndband og allt saman. Já, lagið er bara tekið og unnið alveg tipp-topp og svo er gert við það sem að er Já, það er alla leið. Það er dramað alveg í 11, Algjörlega. Alveg, og er svona skemmtilegt líka pínlítið svona okkar tækifæri til að sýna típuna sem ég er að leika svona í sínu elementi, í essinu sínu, af því hann er ekkert í essinu sínu í myndinni, En hann er í essinu sínu, þetta er myndbandinu. Í myndbandinu, já. Fólk getur verið búið að kynnast honum aðeins í gegnum myndbandinu og síðan á þessum ægilega blús sem hann er á kringum jarðarför móður sinna. Já. En það er einhvern veginn í kringum þess að jarðarför, það er bara allir komnir inn í þetta. Við erum ekki að tala bara þá sem eru þá hjá RÚV að vinna í því að reyna að koma honum út, heldur eru bara ráðamenn og ég veit ekki hverju eru ekki komnir inn í þetta. Já, það er náttúrulega hliðina og það er náttúrulega ágætið skrín þetta gæti alveg gerst á Íslandi og samfélagi fer það mikið á hliðina ekki í Eurovision. Já.
að það gæti vel gert að það væri komið bæjarstjórar, ráðherrar og sýslumenn í það að koma Eurovision keppnandanum í tæka tíð úr landi, sko. Já, ég hlakka til að fylgjast með þessari mynd. En lagið, ég verði að spyrja lagið. Fer þetta í spilun og útvarpsstöðum eða? Lagið bara komið í spilun núna, held ég. Já. Það var sett inn í það var sett inn í kerfið hjá Ríkisútvarpinu morgun. Og ég er náttúrulega ekki búin að senda þér eintak af því. Nei, þú voru að gera það. Ég held að það séu alveg deginljósara. Já. En þetta er skemmtilegt. Þetta hefur ekki verið gert aður. Nei, þetta er ég held að þetta sé svona skemmtilegt við þetta úr því þetta synkar með páskana. Það voru þetta svona fjölskylduefni. Jú. Og það geta allir tengt við þetta. Það hafa allir áhuga á Eurovision eða hafa áhuga á að hafa ekki áhuga á Eurovision. Það hafa samt allir áhuga á Eurovision. Þannig erum við komið 2 hópa sem er stórir og svo erum við líka með þá sem hafa áhuga á jarðarförum. Jú. En það er líka fullt af flottum leikurum í þessar mynd. Alveg fullt af leikurum. Eggert Þorleifsson og ég erum hérna í skemmtilegum samtölum og það er bara, það er fjöldi manns. Ég ætla ekki að fara að telja neitt upp, þá gleymi ég einhvern. En það er ekki verið ákveð að fara neitt með þetta í bíó? Þetta er, Nei, hún var bara, það var rúf stukku á þessa mynd og keyptu sýningarréttina henni, þannig að þá þurftum ekki að fara í bíó, þá sjá hann allir bara. Já, nákvæmlega. En ég allavega hlakka mikið til að fá að fylgjast með og... Já, þú eru að geta að spila lagið. Já, ég verið að fá lagið. Það er náttúrulega bara alveg, það er bara alveg svoleiðis. Við verum að vinna í því, koma þessi hendurnar að þessum allra fyrst. En ég hins vegar get nú alveg spila þetta nú bara í gegnum netið. Það er svo sem alveg hægt líka, sko. Já, gerðu það bara. Það er alveg hægt. Lefa fólki að heyra þetta. Já, alveg nöðsynlega. Þess maður geta svona til að gamans að, sko, þarna syngjaðar með mér Unnur Birna Bassadóttir og Þórunn Antonía. Já, hún leikur líka í myndbandinu. Og hún er í myndbandinu. Unnur kemur líka fyrir í myndbandinu. Vera leikstjóri myndarinnar er líka einn af skvísunum í myndbandinu. Og svo er Pétur Örn nú eitthvað hann aðeins í myndinni og í bakgröndum hann líka hjá mér. Já. Og svo er Karl Örvarsson, söngvari ættaður af og hann á Akureyri og var í Stuðkompaníunni í gamla daga og margir þekkja. Gamal reyndur. Hann spilar á saxofónum. Ok. Hann spilaði nefnilega á saxofón í Stuðkompaníunni í gamla daga. Hann hefur aldrei spilað á saxofónum og plötu síðan. Já, ég mitt mann ekki eftir að hafa síðan með saxofón. Þannig að hann kemur stígur hann fram í nýju hlutverki sem að fáir þekkja ný. Akkurat. Saxofónleikarinn, Karl Örvarsson. En já, við ætlum að fá að heyra, þetta er skúp, sko. Við ætlum að fá að heyra lagið og ég sendi svo að þið línu og þú sendir til okkar. Ok. Ekki málið. Já. Gaman að heyra í þér. Takk sem leið. Allt í fína. I think love gives death the shivers.